Komið sæl aftur og velkomin í úrslit Íslandsmóti í tvímenning 2025. Eins og þið sjáið í uppbytun þá þetta Hafþór eða Gunnar og Hafþór á móti Ásgeiru og Mikael, og ef allt eðlilegt í þessu þá þetta hörku viðureignir. Og báðir þessi tvímenningar búin að vera að spila vel í gær og í dag. Þannig að sem reyndar skiptir engu máli núna, því að nú þetta bara þessi leikir. En þeir voru báðir yfir 5.000 tvímenningar, bæði pörin. Núna þeir bara þreifa sig áfram, búa til línu, gera eitthvað, vita hvernig boltarnir vinna, vita hvað þeir eru að gera, hvaða boltan á að taka, hvaða boltan á að byrja með. Þannig að þetta er svolítið vísindi í uppbytun ef uppbytun vel gerð. Og við sjáum það að Mikki með í öðru eyranu, þannig hann bara að einbeita sér að því að vera sjálfur í sínu sóni bara. Það löng vinstra megin og stutt hægra megin. Og þetta er flókið að spila á tveimur börðum, þarft 2 kúlur, og þú ert að muna að núna á löngu, þannig að þú vera kringum miðjuna. Hægra megin þá á stuttu, þá að vera út í kanti. Þannig að þetta smá flókið, en allir þessi 4 spilarar eru vel til þess börðir að vita nákvæmlega hvað þeir að gera. Þetta er sem sagt unga kynslóðin á móti gömlu kynslóðinni. Þeir eru ungu á móti þeim gömlu, og já, þetta verður fróðlegt að sjá hvernig þetta fer. En það bara spurningum núna hvernig boltarnir detta og hvernig keilurnar detta, hvernig þetta fer. En ég á von á því að þetta verði hörku viðureignir. Þeir skipta alveg kúlur, þeir eru að pröfa svolítið hvern boltan að fætur öðru til þess að vita hvað þeir eru að gera. Við sjáum það að það ekkert mikið fjólubláan hammer. Þess bæði Gunni og Hafþór eru ekki með hann í gangi. Og Ásgeir að nota aðeins, en Mikki minna. En svo veit ég ekki hvað gerist þegar þeir byrja að spila. Þetta gæti verið áhugavert að horfa á þetta. Núna til dæmis eru Gunni og Hafþór búin að hita upp á löngu olíunni, og Mikki og Ásgeir bara á stuttu, og nú skipta þeir. Þannig að nú Ásgeir að kasta núna á löngu olíunni í uppbytunni.
Heyrðu, ja, þá uppbytun að vera búinn. Og hérna, þeir sem sigruðu í fyrra, það eru sem sagt núverandi Íslandsmeistarar voru sem sagt Mikael Aron og Ísak nokkur. Stór keilari af Akranesi sem núna býr í Höganäs í Svíþjóð og spilar með Höganäs. Og þeir unnu í fyrra Gunnar Þór og Ásgeir Karl. Þannig að núna er það bara unga kynslunum á móti gömlu kynslunni. Reynslan á móti nýsturnunum. En hérna, þessir ungu eru ekki neinir aukvisar, sko. Þeir hérna eru hörkukeilarar. Mikki náttúrulega verða okkar besti keilari og Ásgeir stefnir fljótt í það að vera í þeim flokki. Og Gunnar startar þessu. Þá 9 á lönguolíunni og Ásgeir og Mikael byrja á stuttuolíunni. En sem sagt þeir fengu að velja sér hvor í brautinni vildu byrja. Gunni og Hafþór því þeir voru efstir. En eins og við munið þá þurfa Gunni og Hafþór að vinna 2 og Ásgeir og Mikki þurfa að vinna 3. Ásgeir byrjar á fellu. Gunnar Þór með 9. Og feikir því. Og þá það Mikki á hægri brautinni. Þeir byrja báðir á fellu. Og Hafþór hann fær 9. Þannig að þeir eru báðir með 9. Gunni og Hafþór báðir með fellu, Mikki og Ásgeir. Þú tók þetta, þannig að 2 feikjur, 2 fellur. Þetta byrjar fínt. Og Gunni með fellu á stuttu. Það magnað ef þeir verða betri á stuttu en það löngu því að stuttu náttúrulega erfiðari. Við skulum sjá hvað Ásgeir Karl gerir. Já, við lítum vel út. Úss. Ógeðsleg glenna. Hafþór og hann fær 9, 10 stendur. Ásgeir tók eina.
Hafþór sækir 10 sína, alveg örugglega. Og ef að Mikki fær fellu þá þetta náttúrulega allt jafnt. Þó að Ásgeir hafi opnað. Þetta var lítið vel út. Skátin, þessi margumtalaði skáti sem stundum dauðadrukkinn, hann verið dauðadrukkinn hann það, því að hann hitt ekki 10. Þá eru Gunni og Hafþór komin 10 pinnum yfir. En það 10 pinnar, þetta eitt hnerr og þá það farið. Þessi fór í rennuna því miður og það þarf að leiðrétta það. Þetta var ekki gott, en það er bara 2 ramabúnir, þannig að það er nú ekki eins og að sé himinn og hafa á milli þeirra. Ásgeir Karli með 9 og Gunni er með fellu á undan og hann gæti náttúrulega sett á, nei, hann ákvað að gera það bara ekki neitt. Hann fær 7. Ásgeir hendi í öfugan snúning. Og Gunni líka. Ég var ekkert alveg viss þetta færi. Þeir voru meira viss það. Þá var hann Mikki á stuttu og Mikki með fellu á hann á stuttum og hann með fellu eftir á stuttum. Þannig að hann á ekki einu vandræði með stutt ólífurinn. Hafþór í 10 stendur. Og Hafþór tekur 10, örugglega. Gunnar Þór með 50 í 3. og Hafþór með 48 og báðir með feikjur. Gústaf Smári, það pappans, Ásgeir Karl er með 38 í 3. og feikju og Mikki með 38 í 3. og fellu. Og Gunni með fellu. Ásgeir var með 8 og klennu á hann á langaburunum og við sjá hvernig það er ekki aðeins breytt kannski hálfan lista. Vel gert, vel gert. Það var vel list.
með tíuna standandi. Mikael, þessi bara ákvað kom ekki. Hafþór og enn tekur hann tíuna örugglega beint á hana. Hafþór með 4 feikjur í röð eða 4 tíur. Gunni með feikju, fellu, hann er með feikjur á löngu olíunni og fellur á stuttu. Mikki er líka með fellur í stuttu olíunni og feikjur á löngu. Já, þetta virðist vera að koma með einhvers konar munstur. Ásgeir er reyndar búinn að fella á löngu. Já, hann er bara búinn að fella á löngu olíunni. Nei, hann felldi fyrst á stuttu. Þannig að Ásgeir getur tengt það núna. Gerði það. Vel gert. Og Gunni þyrfti að svara þessu. Já, Gunni svarar. Gunni tengir. Það er Mikki með fellu og verður örugglega fellu aftur og stutta. Nei. Þetta var skrítið kast. Hafþór. Hann ætlaði ekki að fá 10 eftir. Bara fekk hann 3. Og Mikael lokar sínu. Hafþór lokar sínu. 152-174 er staðan núna í 15 ramma. Gunnar og Hafþór aðeins yfir. Það er lítið. Við skulum sjá hvað Gunni gerir þarna. Tían stendur alveg eins og límd niður. Það er Ásgeir Karl. Vel gert. Þriðja. Það jafnaðist leikurinn aðeins. Þetta var ekki flókið. Í
dáist að þessum leikmönnum sem geta snúið svona öfugan snúning. Mikael löngu olíunni þetta hann var nú ekki ánægður með þetta en þetta skilaði vel. Og Hafþór nei þá kom bara ógeðslega glenna. Nálægt var það. Og Gunnar Þór. Vel gert. Vel gert. Ásgeir, 3 fellur í röð. Hann gefur sér rosalega langan tíma. En ekki of langan, en bara eins og hann má. Og hann smellt honum inn. Nei, þetta var ekki gott. Það eitthvað aðeins oft núna. Mikki eru búin að ná upp því sem þeir skulduðu og Mikki fellur núna og gott fellur. Þeir eru konið með smá fórustu. Hafþórs tók feikjuna sína 247-252 Ásgeir og Mikki yfir og eru báðir með tengingu. Svo er þetta maður. Svo er þetta lega. Ásgeir. Ásgeir á fínu róli núna. Já, lítið vel út. Kom aldrei inn. Það skautaði bara beint og skildi eftir Ás, tvistur, fjarki, 10. Gunnar Þór nær sínu, þannig að þeir eru á svipuðum stað, Ásgeir Karl og Gunnar. Gunni með 159 8. Ásgeir með 160 cirka. Nei, 162 og opinn. Mikki með 114 og tengingu og Hafþór með 108 og feikju. Þannig að
Þeir eru aðeins yfir. En Hafþór ekki fengið fellu fyrir núna. Þar kom fellan sem hann er búinn að reyna við þarna með alla tíuna sem stóðu. Mikki, tvær fellur, Ásgeir opnaði, þannig að það væri sterkt fyrir Mikka að fá eina fellu viðbót. Nei, nían ákveð bara að vera kjör. Þannig að þeir eru aðeins yfir. Við skulum sjá, já. $287, 305 og Ásgeir með opinn ramma og 290, ef við gefum okkur 297, 305. Já, gæti verið það, 297, 305. Það er lítill munur. Þetta var skrítið maður. Þetta voru 3 keilur. Þetta var skrítið maður. Ásgeir neldi eina fellu. Það var ekki góður tími til að vera með opinn ramma. 170 í 9. og opinn. Ásgeir Karli með 172 og fellu. Og Mikki felldi. Hafþór bellir. Hann tengir inn. Þetta er mjög jafnt ennþá. Gunni tekur fellu. Þannig að Gunni stefnir í 200. Ásgeir stefnir aðeins hærra en það. Ásgeir tengdi. Það er erfitt fyrir Hafþór og Gunna að ná þessum leik sýnist mér. Gunni verður að taka aðra fellu. Nei. Bara 9. Þannig að Gunni stefnir í 190.
Þetta var ekki gott kast. $206 cirka. $206 Ásgeir Karl, 190 sem eru 16 pinnar sem að þeir eiga og svo ef Hafþór fellir núna þá eru hann og Mikki á svipuðum stað. Þannig að þetta munar ekki miklu. Nei. Það er bara Glennu og það er við þessi leikur búinn. Þannig að staðan er 1-0 fyrir Mikael og Ásgeir. Þeir þurfa að vinna 2 í viðbót. Hafþór og Gunni þurfa að vinna 2. Þannig að nú getum við sagt að staðan sé jöfn. Og ég veit hvað Hafþór var að gera núna. Nú var hann bara að taka út að Vasim var ekki örugglega á sama stað og venjulega. Þessi 2 pinnar skipta engu máli hvort hann náði þeim eða ekki. Ætli þetta sé ekki lagsti leikurinn hans í mótinu. Það kemur ekki á góðum tíma. $213 og $206 sem er 419 á móti 356. Já, svona er þetta. Þá er eins og sagt það er bara næsti leikur. Staðan er 1-0. Gunni byrjar á fellu. Ásgeir með fellu. Hafþór með fellu. Þannig að það er gaman að byrja allir að krafti og gefa okkur hérna áhorfendum hérna góðan leik. Og Mikael fellur. Það er bara, við vorum allir í fellunum.
Ásgeir það sé góðan tíma fékk bellu og Gunnar á löngólínni og hann fékk bellu gott hljóð allavega, já, nýja. Hafþór tók hann, tengdi þetta Heyrðu, bæði Gunni og Hafþór með fellur og Ásgeir með fellur og Mikki með fell og feikju. Gunnar Þór, þetta var ekki alveg nógu utarlega. Ekki alveg nógu. Já, vel gert Ásgeir Karl Gústafsson. Svo Gunni hætti við, það truflaði hann eitthvað. Og hann tekur augun á snúning og það var mikið. Það var mikið. Ásgeir og Mikki eru aðeins yfir örlítið. Þetta er á 614 en Gunni með opið og Ásgeir með þrennu.
Vel gert. Ásgeir á hægri brautinni. Þetta var geggjað. Og Hafþór. Þeir fella báðir, Gunni og Hafþór. Og Ásgeir heldur bara áfram að fella. Mikki með 8. Ásgeir Karl heldur áfram. 5. fellan í honum. Gunni fellir tengir þetta sem var reyndar alveg nauðsynlegt. Við veitum hvað Ásgeir að gera. Mikael fellir. Hafþór fellir, þannig að hann tengir inn. Staðan er svona 204, 184 og það þýðir að þetta er svona 10 pinnar. Getið trúað staðan núna sem þeir eiga Ásgeir og Mikki. Og Gunni fellir. Sjá hvað Ásgeir gerir núna. Þetta er sem sagt 7. ramminn og 5 fellur og 7. fellar reyndar fór í Brooklyn, en hver er svo sem að telja það?
þarf að svara þessu því að Mikki alveg sjóðheitur og Hafþór svarar. Það komið alvöru leikur sko. Mikki, þeir eru 10 pinnar sem vennar. Wow, hún 7 hreyfðist ekki og þetta var mjög gott skot. Þannig að þetta er eiginlega jafnt. Já, þetta er bara allt í járnum. ...244, 254 og Hafþór með tengingu á móti Mikka, þannig að þetta er bara jafnt. Það er ekki flóknara en það. Ásgeir, 7. Og allt búin að vera fínir boltar, aðeins einn yfir en allt annað er bara syngjandi í vasanum. Og þessi er aðeins svo utarlega. Þessi var aðeins svo utarlega. Og nú getur Gunnar Þór jafna leikinn. Fellir núna, það var hann í góða málum. Já, þeir taka aðeins smá forystu. Ásgeir lokar sínu. Aðeins svo utarlega og þá bara beygði hann ekkert inn. Það væri bara þægilegt ef við Hafþór felldi núna fyrir þá. Mikki fær 9. Og Hafþór á stuttubrutunni og 9. Þá er staðan orðin þannig að Ásgeir og Mikki eru með 300. 300 í 7. ramma. Báðir með feikju. Og Gunni og Hafþór eru með 303 og Gunni með tengingu. Þannig að þetta eru ykkur, já, þetta eru 13 pinnar yfir.
og Gunni fyrir fjallu. Ásgeir búinn að vera að kasta vel. Wow. Og Hafþór á fellu. Já. Þau eru aðeins yfir núna. Örlítið. Ásgeir fékk feikju. Og þannig að 330 og eitthvað cirka á móti 350. Þetta er einhverju 20 pinnar. Sem er áttur ekki neitt. Já, vel gert. Mikael sett í eina kunnulega. Það eru 3.39, 3.53 og Gunni með tengingu. Þannig að það er allavega 10 pinnar í viðbót. Já, þetta er einhverju 20 pinnar. Og 2 rammar eftir. Þannig að það er hellingur eftir, hellingur. Og þessi er utalega. Það kom skátahöfðinginn. Gunni og fellir. Þannig að Gunni viðheldur fellunum núna. Gunni 6 í röð í honum. Og Mikki. Já, ég var ekki alveg solid annað með þetta, en þetta skilaði fínt. Mikki tengdi, þannig að þeir eru alveg með í leiknum. Hafþór og Hafþór tengir. Þannig að þetta er sko, já, þetta er svona 30 pinnar komið munurinn núna og 1 rammi eftir. En það er haugur af pinnum eftir því að það er allir með fellu í 9. Nú er bara að vera með góðan bolta. Og þetta var nálægt í að vera fellamaður. Þetta var svo nálægt í að vélinn sópaði þessu niður bara. En 9 er það. Og Ásgeir Karl og fékk ekki fellu. Þannig að skal ég ykkur segja, já, þetta er erfitt. 4, 30, 395, þetta eru 30 pinnar sem að, já, og það eru 30 pinnar eftir.
Hafþór þarf fellu í 10. til að klára þetta. Svo framar þessu mikið fellir. Þetta er líka bara feikju. Þetta verðist alltaf duga. Það þarf að stilla upp og svona, þetta er sko, veit ekki hvað gerðist á hægri brautinni, því að allt í einu bara sópaði þetta niður. Vélamæðurinn var eitthvað aðeins að misskilja hlutina. Það er eitthvað djúpt á sig að ja. Þá getum við haldið áfram og stilla upp öllu. Hann sópaði bara í burtu aftur. Ég veit ekki alveg hvað er í gangi þarna í þessum vélasal. Það sé bara allt saman handstýrt. Og þetta er ekkert flókið sko. Hörru, taka 2. Já, veitu, þetta er allt að gerast. Allt að gerast núna. Nú gerist það. Getum við haldið áfram með það. Það er svolítið vont þegar að stoppa svona og við komum í einhvern rytma og svo stoppar þetta. Þá getur allt farið í skrúfuna maður. En Gunni sækir vel gert og þá er Ásgeir Karl þar að sækja.
Gunni með 2.35 og 1 kast eftir og Ásgeir Karli með 2.34 og 1 kast eftir. Já. Gunni 2.45. Ásgeir Karl 2.44, 2.43. Nei, 2.45. Þeir eru bara jafnir þarna. Og Hafþór, sem ég sagði, þá sýnist mér öll að þurfi feikju. Þurfi feikju í 10. Mikið þarna þarf að fella út. Nei, það er þessi leikur búinn. 1-1, staðan er 1-1. Og Hafþór og Gunni þurfa að vinna 1 viðbót og Mikki og Ásgeir þurfa að vinna 2. Tveir 36, 2.45 hjá Gunna, það er 481 á móti 446. Já, 446. En það skiptir ekki máli, staðan er bara 1-1 og nú er allt úrslitaleikir sem eftir eru. Þannig að það går smá brekka hjá Ásgeiri Karli og Mikka en brekkur eru til þess að setja í fjórhaldrifið og drífa sig upp. Við erum byrjaðar á leiknum og Gunni var Donate heitir þetta víst. Ásgeir er að spila ljómandi flottan geilu. Virkilega. Það getur verið mjög stutt í að hann banki í landsliðssæti.
Tvær feikjur, tvær fellur. Gunnar Þór og Hafþór með feikjur og Ásgeir Karl og Mikki með fellur. Mikki og Ásgeir Karl eru 10 pinnum yfir eftir 2 ramma. Ásgeir er að spila flott núna. Gunnar svarar. Já, þetta er, þeir eiga 10. Mikael Aron komin í gang. Og Hafþór. Nei, 10 stóð.
110 út í 98 og tenging á Mikka. 12-20 pinnar. Gunni með 9, Ásgeir Karl Fellu núna þá bara 20 pinnum yfir. Nei. Já, Gunni lokar sínu. Og Ásgeir lokar sínu. Mikki með 3 fellur, Hafþór með feikju, fellu, feikju. Gunni og Ásgeir eru á sama leveli og Mikki aðeins yfir Hafþór. Og Hafþór fellir á stuttu. Mikki. Ó. 22, 30 pinnar. Já, þeir eru aðeins yfir Ásgeir og Karl. Ásgeir og Karl. Ásgeir og Mikki. Eins og við munum tók Mikki 300 í morgun. Það er ekki verið, hann kannski. Nei. Svo fekk ég á Gunna. Þetta eru 30 pinnar, nema Hafþór felli og tengja þetta. Hann þarf fellu núna.
skelfilegt. Ja, ja. Já, þetta var ekki gott. Ja, Sunnuvellir. Áskil með 9. Hafþórfellir. Tveir 49, 203. Það gerir nákvæmlega 40 pinnar. 46 minnir sé. Og við erum komin í 7. ramma. Nú þýðir ekkert minna heldur en að báði Gunni og Hafþór felli í næsta kasti. Annars er þetta erfitt. Ásgeir fellir. Gunni fellir. Svara þessu. Það var komin í 30. Það fækkaði 10 pinnum. Felldu báðir, bæði Gunni og Hafþór og Mikki felldu á móti, þannig að þetta er ennþá
Gunni fellir. Þeir segja ekki að harta þau núna. Það er allt lokað hjá þeim báðum. Hann sett hann í Brooklyn og fékk fellu á því. En það er hægt að fá fellu líka í Brooklyn. Og Hafþór fellir. Þetta er ennþá 30 pinnar. Og mikið öllu. Þannig að það er ennþá 30 pinnar. Þannig að Ásgeir og Mikki ef þeir fella báðir í 9. rammanum, þá er þetta nú komið sko. Þeir eru á stuttan og segja betur. Nei, það tókst ekki alveg. En það er ekkert slæmt að fá 8 sko. Gunni verður að fella. Það verður að koma þessi pinnum niður aðeins. Og Gunni fellir. Þannig að það fór þetta niður 20. Það fór þetta niður 20 pinna. Mikið spennandi núna. Hafþór þarf fellu nauðsynlega. Tók fellu. Ok. Þetta eru 20 pinnar. Það er ekki mikið. Mikki er á fínu róli, 4 fellur, feikju og er að reyna við 4. Sett hann, ok. Já. 20 pinnar. $397, 363 og Gunni með tengingu.
Karl fær 9. Gunni verður að fella. Gunni veit það. Það var vont kast. Það eru 17 pinnar. Það er nú ekki meira. Þannig ef að Mikki fellir ekki og Hafþór fellir, þá er bara rosalega endarsprettur. $207. Nú er bara spurningin ef að Mikki fellir þetta, þá er þetta búið. $225 hjá Gunna. Og þetta ræðist alltaf skotinu hjá Mikka. Mikki með fellu, þá er þetta búið þessi leikur. Ef Mikki fellir ekki, þá á Hafþór séns. Ok. Það er ennþá séns. Þetta er athyglisvert. Hann verður að fella það. Æ, 10 litur. Já, það er þessi leikur búinn. Staðan er 2-1 fyrir Mikka á Ásgeiri og 1 leikur eftir. Þá siglum við inn í úrslitaleikinn. $253. Það er 460 á móti 440. Þá er loka leikurinn. Staðan er 2-1 fyrir Ásgeiri, Karli og Mikka og þeir þurfa að vinna 1 og í viðbóti eða Gunni og Hafþór þurfa að vinna 1.
Gunni byrjar á fellu. Vel gert. Og tían sótt. Hann er búinn að horfa svolítið marga tíur í dag. Heyrðu, Ásgeir með 2 og Mikki með feiki og fellu.
Hafþór með fellu. Ok. Það mun aðeins núna því að Gunni opnaði sína. Áskil með 2. Það væri rosa sterkt að fá eina í viðbót. Lítið vel út. Þetta var flott. Mjög vel gert. Gunni fellir. Það er strax komið svolítið munur. Fjóri pinnar, 34 pinnar. Það er alveg hellingur í byrjun. Mikki fær 8. Skilur skuggan eftir. Og Hafþór, nei, þetta var ekki gott. Það er smá svona, kannski spennustigið. Mikli opnar. Hafþór tekur sitt og lokar þessu. Þannig að þetta aðeins hérna í 20 pinnar munar.
Fellir, Ásgeir feikti, Gunni feikti og Mikki feikir. Þú sjáum nú stöðunar við eins og hann hvað sem Mikki feikir eða fellir. Sérst í 4. ramma. Fellir og í 4. ramma er staðan 146, 126, það er nákvæmlega 20 pinna munur. Og það er sérst ein fella á hvern mann sem að geta tengt þetta. Ásgeir. Já, lítið vel út. Fellu. Gunni fellir, það er ennþá 20 pinnar. Mikki á langa, hann er búinn að 2 svona ekkert sérstaklega góð á konuna upp til okkar. Og Hafþór, nei. 9, það þýðir það að þetta fer í 30 pinna. Pinnar er mikið þegar það er komið 50 rammir sko. Og ég get ekki séð að Ásgeir og Mikki séu eitthvað að gefa eftir sko. Nú er Hafþór að feikja á stuttuolíunni og fellir á lönguolíunni. Og þetta er smá brekka. Það er rétt. Gunni tengir og þá er hvað Ásgeir gerir. Við viljum frekar fá svona leiki þar sem er fullt af fellum og fullt að gerast. Ásgeir 10 eftir. Hafþór fellir. Ok, þetta eru 20 pinnar núna með því að Mikki felli áfram. Og Ásgeir nær sínum ekki. Þetta var niður 10 pinna. Og bæði Gunni og Hafþór eru með fellur. Mikki verður eiginlega að fella þetta sko. Til þess að viðhalda smá forystu.
mér sýnist vera allt frosið hjá okkur núna. Það er ekkert að gerast hjá okkur. Það er bara hljóð. Það er engin mynd. En af því að það er engin mynd en ég held hljóðinu þá ætlum ég nú að reyna að halda áfram að lýsa þessu. Heyrðu, það er Ásgeir Karl. Þetta var allt úrða, já, þetta var vondkast. 6 Ástfyrstur Fjarki 10 eftir. Og Gunni fellir. Ok. Þetta jafnaði nú aðeins leikinn maður. Já. Ok. Ásgeir Karl með 134 í 7. ramma. Og hérna Gunni er með 3 fellur og Mikki er með 3 fellur. Mikki áttur að gera. Hafþór er með fellu. Mikki fer á undan núna. Þetta er orðið mjög jafnt. Mjög jafnt. Það hýrist í þau sko í streyminu. Það var Mikki fellir og hérna heldur ennþá forystunni. En nú er spurning hvað Hafþór gerir. Hafþór þarf að fella til þess að jafna leikinn. Og þetta jafnar hann. Heyrðu, þetta er að verða hörkuleikur núna. 256, 272 og 266, 206. Gunni og Hafþór eru kannski 1-2 pinnum yfir. Það er nú ekki meira það. Þá er spurningin. Nú erum við að fara inn í 8. ramma. Allt jafnt. Fullt í gangi. Og Gunni þarf fellu. Og hann gerði það. Hann gerði það. Ásgeir Karl bara með 2 skot sem voru ekki góð. Ok, 9. Já, þetta er rosalega jafnt maður. Hafþór fellir.
Þannig að þeir eru aðeins yfir. Hafþór og Gunni eru örlítið yfir. En lítið er það. Ásgeir verður að loka þessu. Já, já. Hörðu, mikið verður að fella. Nú er þetta komið út í það. Menn verða bara. Það er ekkert hægt að segja að þið fellu eftir. Nú er bara Gunni og Hafþór eru með 3 fellur röð báðir, eða 4 fellur hjá Gunna. Mikki með 4 fellur röð og við erum að hendi í 5. og Ásgeir kallir smá hyggst á honum. Við sjá. Það lítur vel út. Oj. Tían alveg kengföst, sko. Kengföst. Þannig að Hafþór og Gunni, eða Gunni og Hafþór, ef þetta er rétt, eru aðeins á undan. Ásgeir og Mikka. Og Mikki lokar. Þannig að þeir eru með feigjur og 311, Hafþór og Gunni með 316 og báði með tengingu. Þannig að þeir eiga einhverja 20 pinna. Og það er bara áfram gakk, sko. Nú er smá brekka hjá ungu strákunum. Já, lítið vel út. Góð fella. Sjá hvað Gunni svarað þessu. Gunni setti fellu. Það var mjög sterkt, sko. Mjög sterkt. Það var Mikki á löngubrautinni. Hann fellir. Þannig að þeir koma sterkir inn í 10. mann. Báðir með fellu í 9. Gunni með tengingu. Sjá hvað Hafþór gerir. Hafþór var 9. Ok. Og þá er staðan þannig, sko. Þetta er rosa spenna núna, sko. Nú má skera loftið. Hann tók þetta. Tæpt var það. Tæpt var það, maður. Heyrðu, 351, 375 og ein tenging á Gunna.
þýðir einfaldlega þetta eru 20 og þetta eru 30 pinnar sem að munar. En þeir eru báðir með fellur hinir. Gunni fellir. Þannig að Gunni, ef að Gunni fellir út og Ásgeir fellir út, þá eru 30 pinna munur. Hvað gerir Ásgeir? Ásgeir fellir. Þannig að það er ennþá 30 pinna munur. Nú sjáum við, það er 30 pinna munur. Já, nákvæmlega, já. Og Gunni fellir aftur. Gunni er að stefna í 2.46. Ásgeir verður að fella. Nei. Hann fellir ekki. Gunni feldi, 2.46, sterkur leikur 212, því það er með 34 pinna og þeir eru jafnir Hafþór og Mikki, þannig að hann á 43 pinna. Og ef að Hafþór fellir núna, þá held ég að þetta sé búið. Það er búið. Það er búið. Íslandsmeistarar, tvímenning. Gunnar Þór Ásgeirsson, Hafþór Harðarson, ÍR. Gömlu kallarnir sigluðu þessu áfram. Og já, skipta ekki máli, þetta var komið. Herru, það er þessu lokið. Íslandsmeistararnir eru eins og ég segi Gunnar Þór Ásgeirsson og Hafþór Harðarson. Herru, þetta var skemmtilegt mót, fullt af háum leikjum og ég ætla að lofa myndinni að rúlla en ég þakka fyrir mig. Verðið sæl.